Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að reyna að glögga okkur á fjárlagafrumvarpinu í dag og næstu daga og hingað eru komnir tveir hagfræðingar, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem er hagfræðingur hjá BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson sem er hagfræðingur hjá Visku verkalýðsfélagi, eða stéttarfélagi. Verið velkomin. Hvað er helst í þessu frumvarpi? Við vorum svolítið að tala um þetta í gær og vorum helst á því að frumvarpi væri eiginlega stærstu leyti óbreytt efnahagsstefna frá fyrir ríkisstjórn. Já, það er náttúrulega þannig að fjárlög frá ári til árs eru oft voða svipuð. Þetta er seigfljótandi. Já, þau eru seigfljótandi og það er kannski jákvætt, getur við sagt. En það eru þetta alltaf ríkisstjórnir að marka sér sérstöðu og kannski að því að það sem er svona það sem að maður sér svona áherslur nýrra ríkisstjórnar helst. Ég ætla nú að tala um stóru efnaðarslegu myndina á eftir en byrja á því jákvæða sem að er það ekki og að mikið tekið. Það er oft gert sem að maður það kom einhver andstykilu ofan í fólk að þá byrja maður einhver jákvæðu. Já, en það er auðvitað þessi áhersla á uppbyggingu hjúkrunarheimila og fjölgun rýma þar sem er sko bara verið að mæta uppsafnari þörf og svo eru áframhaldandi áform sem er mjög jákvætt. Það er verið að gera svona gangskur í að efla geðheilbrigðisþjónustu og það er, sko, mér fannst og nú hef ég ekki skoðað þetta út í hörgul, en það virðist vera sem það eigi að gera verulegt átak í úrræðum fyrir börn í fyrsta lagi vanda og svo börn sem eru með fíknivanda. Og það er líka aukinn þjónusta við þolendur heimilisofbeldis. Það sem kerfið hefur eiginlega hrunið. Já, það er bara, þetta er kerfið sem hefur hrunið, smám saman molnað undan. Og það er, ég fæ ekki betur sig og ég er ekki, þú veist, ég átta mig ekki alveg á hverju þörfin í þessum, en að mínu mati virkaði þetta samfærandi, að það sé í raun og veru verið að taka á þessum málum og svo auðvitað er ýmislegt í löggæslu og öryggismálum sem er mjög jákvætt þarna. Þannig að ég myndi segja, sko svona... En er þetta þannig að staðan sé svo þröng að ríkisstjórn getur bara valið sér svona 3 áherslumál? Við getum haft hjúkrunarheimili, geðheilbrigði barna og löggæslumál og allt er þetta svona, væri hægt að benda á að þetta væri áherslu sem að flokkarnir sem að standa ríkisstjórnin hefur lagt á. Já. Er svigrúmið svo lítið að þú getur bara lagt áherslu á það? Nei, ég svo ætlaði reyndar að leggja áherslu á vegi með vegir. Reyndar með svona útvistun í innviða félag. Já, ég gleymdi að nefna vegagerðina, en það er nú bara svona cirka 7 milljarðir sem nema cirka 9 kílómetragjaldinu sem á að fara að innheimta. En það er mjög jákvætt og ég ætla ekki að gera lítið úr því. Ég held að við séum öll sammála það sem á annað borðum keyrt á vegum, að það er full þörf á viðhaldi þar. En húsnæðismálin, að því að tala um hvort að svigrúmið sé svona þröngt, að þau fá bara að velja, þetta er eins og velja... Þetta er svo velja bjúur, 3 óskir. Já, en það má samt segja eins og í húsnæðismálunum, það er náttúrulega, það eru rúmir, ég held að séu rúmir 7 milljarðar sem eiga að fara í stofnframlög og hlutdeildarlán. Sem hafi ekki gengið út í sumar. Já, það er svipað og var í fyrra, en ég meina þetta eru ágætis fjármunir, en markmiðið hlýtur að vera að koma þessum fjármunum út. Þannig að, og enn og aftur sko, af því það tekur svolítið tíma að plæja sig í gegnum þetta, en ég skoða náttúrulega alltaf húsnæðismálin sérstaklega og það slær mann kannski þannig að sko vandinn núna er ekki skortur á fjármunum frá hinu opinbera, vandinn er að koma af stað uppbyggingu húsnæðis. Sem opinbera getur gert til dæmis. Já, það væri... Ég hlusta á húsnæðiskaflan hjá þeim og mér fannst hann svona, Sigurður Ingi hefði alveg getað flutt þessa ræðu fyrir árið síðan að 2 árum, sko. Ég heyrði ekki neitt annað heldur en hafi verið hjá fyrir ríkisstjórnum að kvarta yfir að það veri framleitt of mikið íbúðum sem að seldust ekki og það þyrfti að framleiða meira en maður vissi ekki alveg hver ætti að gera það og það veri svona aðgerðir og áhyggjur og allt þetta. Það var náttúrulega mörkuð hér húsnæðisstefna
Sigurður Ingi gerði það og ég menn við hjá BSRB voru mjög ánægð með þær áherslu sem hann var með í þeim málaflokki þó við værum óánægð með hversu hægt gengi og þar var svona samkomulag að það yrði svo uppbygging á, var ekki 40.000 íbúðum á 10 árum og við fylgdist með þessu það átt að verða 4.500 íbúðir í ár reyndust vera 3.000 þetta var bara svakalegt að fylgjast með þessu þessi áætlun gekk ekki eftir sko. Nei og það líka tilkomið vegna þess að sveitarfélögin spil ekki öll með í því en það sem að kannski maður hefði viljað ríkisstjórnin þegar hún var mynduð ætlaði að vera með aðgerðahóp í húsnæðismálum það eitthvað að skila sér núna inn í frumvörpum ríkisstjórnarinnar ég sá nú ekki kynning á þingmálaskránni í morgun en ég meina það liggur bara ljóst fyrir að það þarf að byggja meira af hagkvæmu húsnæði. Hér hefur flutt til landsins fólk sem í láglaunastörfum sem býr við óviðunandi húsnæðisaðstæður pluss alla þá Íslendinga sem hér eru fyrir. Það stór hópur sem að þarf að komast inn í leigufélög eins og Bjarg. Svo eru þetta þessi hlutdeildarlán til þess að hjálpa fyrstu íbúðaeigendum en það var nú mér finnst nú svo, ég verið að tala svo mikið og hann Vilhjálmur menn ekki koma að stað en félags- og húsnæðismálaráðherra var með svona eitthvað samráðsfund í vikunni þar sem var verið að fjalla húsnæðismál ég meina þarna voru við nokkur sem að höfum setið í alveg óteljandi húsnæðishópum og svo deilt nóg að húsnæði eða nóg að réttu húsnæði og eru byggingar hæfa lóðir eða ekki og ég veist að það þarf bara eitthvað lítinn sérvalinn kláran hóp til þess að greina bara helstu hindranir og reyna svo einhvern veginn að hefja alvöru vinnu en auðvitað hefur fullt verið gert á síðustu árum ég held að það sé líka mikilvægt að Það mikið í svona einhverju greiningu sem síðan skilar ekki og áætlunum sem að gangi ekki eftir. Ég meina Bjarg náttúrulega afleiðing eða almenna íbúðakerfið afleiðing. Sko. Já, það dropi í hafið en það tekur líka tíma að byggja upp húsnæði. Ég ekki að, ég segi þú veist, og það svo mikilvægt að við höldum á, ég meina hvað gerist núna? Viðskiptaráð að kæra almenna íbúðakerfið. Það á hér með veikum mætti að byggja eitthvað íbúðum fyrir lægst launaðasta fólkið í landinu og þá rís viðskiptalíf Íslands upp og ætlar að kæra það, þú veist, þetta fráleitt, einhverja nokkur þúsund íbúðir, en ég meina... En það ekki hægt að sjá í fjárlagafrumvarpinu einhverju aðgerðir í húsnæðismálum sem eru stórvægileg breyting. Að sömuleyti eru þeir að boða að það kunna koma, það sem verið að vinna í því, það eru einhver hópur á vegum sem Ragnar Þór Ingólfsson veiti forstuð sem á að koma með einhver aðgerðir. Já, og mér fannst nú svona bara stuttum lestra á frétt af þessum fundi í morgun á kynning og þingmálaskráni að það væri einhverjar aðgerðir í húsnæðismálum en ég náði bara ekki að en húsnæðismálin eru náttúrulega stóra máli af því að ef þú ætlar að ná niður verðbólgu þá þarftu að koma jafnvægi á húsnæðismarkaðin. Já, það ekki nóg að koma jafnvægi á ríkisreksturinn. Nei, ég meina það verður mjög erfitt ef þú ert með húsnæðisliðin alltaf til vandræða og það bara okkur bara hafa það hugfast á síðustu 10 árum hefur flutt sem nemur heilum árgangi af fólki árlega hingað til lands til starfa og við höfum náttúrulega alls ekki mætt þessari auknu húsnæðisþörf og það fáum við bara í hausinn með verðbólgu og óstöðuleika í verðlagi. Viljum, ég að spyrja þessu að hvort að svigrúmi sé svona lítið vegna þess að það var, ég mátti heyra á fundinum í morgun að Kristrún lagði til þess áherslu á það að fyrsta skrifið væri að ná jafnvægi í ríkisrekstri og við gætum ekki allt, það væri mikilvægt verkefni sem þetta en þó væri þessi áhersluatriði sem að væri verið að auka fjármagn til. Staðan svona þröng að ráðherrarnir í ríkisstjórninni geta bara valið sér svona 4,5 mál. Já, það er alltaf stór spurning en ég verð að segja ég hef alveg samúð með ríkisstjórnina að því leyti að þau koma inn í ríkisfjármál þar sem búið að kerfisbundi veikja tekjustofna ríkisins og búið að reka ríkissjóð og opinber kerfi í miklum halla
þrátt fyrir að sé búið að leiðrétta fyrir COVID-áfallinu. Staðan bara svo hjá sem velferðarríkjum á Norðurlöndum að það þarf að rukka cirka 40% landsframleiðslunni í gegnum opinberu kerfin og samtryggingu lífeyrissjóðanna til þess að halda upp í velferðarstiginu. Og þau þurfa að viðhalda því og í gegnum aðlögun á tekjuhlið og útgjaldahliðinni. Sko, á tekjuhliðinni þá þetta 28 miljardar sem eru núna rukkaðir aukalega. Það að koma 8 á veiðigjöldum. Sko, ég hefði viljað sjá að það er tekið á fleiri liðum eins og tekjutilflutningnum á milli launa og fjármagnstekna. Það veri gert, fólki væri gert erfiðar að flytja tekjur sínar yfir í fjármagnstekjur eða geyma þeim það veri fjármagnstekjur eru meira rukkaðir eins og hverjar aðra tekjur. Já. En það er ýmislegt jákvætt þarna sem verið að taka á ýmsa svona glufur í skattkerfinu og svo framvegis. En ég hef náttúrulega áhyggjur að því sem sko ég representera svona fólk sem kannski í efri tekjutíundum og það eru þarna aðgerðir eins og með samsköttun og annað sem munu leiða til lítilegara skattahækkana á ákveðin hóp fólks. Og ég vonast til sko til lengri tíma hort aðeins lengra fram að þetta er náttúrulega bara 1 ár hver fjárlög að það verði gripið til einhverja mótvægisaðgerða eins og gegnum barnabótakerfið, það verði farið í endurskoðun og húsnæðisstuðning við eigendur og svo framvegis. En sko fyrsta markmið ríkisstjórnarinnar er náttúrulega bara að ná ákveðnu jafnvægi og svo getum við farið að tala um eitthvað stórmál. Þú getur náð jafnvægi með því að vera með aðhald og skera niður. Þú getur líka náð jafnvægi með því að sækja tekjur. Og við sækjum minni tekjur heldur en Norðurlandaþjóðirnar. Það er hérna fjármagnstekjuskattur lægri. Sumar af þeim þjóðum eru með eignaskatta og norðmenn eru með hérna svolítið mikla innheimtu á auðlindarsköttum og eitthvað fleira. Er þetta ekki kannski ástæða fyrir því að svigrúmið hjá þeim er svona lítið að þau geta bara pikkað út 4 áherslaatriði er að þau hérna það er stefna ríkisstjórnarinnar að hækka skatta ekki svo neinu nemi. Daði kom fram og sagði þetta er ekki hækkun á skatta og fyrirtæki og einstaklinga í þessu frumvarpi. Sko ég myndi vilja sjá til dæmis að það farið markvissar í það að rukka innviðagjöld og auðlindagjöld hvað var að ferðaþjónustuna. Það vekur svona ákveðna furðu hjá mér til dæmis að það sé verið að lækka innviðagjöldin á skemmtiferðaskipin í þessu frumvarpi. En svo er þetta náttúrulega alltaf ákveðið málamiðlun milli aðila. Milli hverja? Almennings og þeirra sem eiga fjármagnið? Eða þeirra stjórnmálaflokka sem sitt í ríkisstjórn. Já. Gerir ég ráð fyrir? Já, Viðreisn náttúrulega lofaði hægri efnahagsstjórn sem þýðir ekki hægri skatta, en vinstri velferð sem þýðir aukin framlög. En þegar þú skoðar sko skattkerfið, ég er alveg sammála því að það þarf að huga aukinni svona sanngirni á milli fjármagns og launa eins og gert núna með veiðigjöldunum. En það eru bara eitthvað 18% af tekjur ríkisins sem komi gegnum tekjuskattin á lögaðilina, tryggingagjöldin og svo framvegis, ég með þetta hérna. Þetta eru 17% sem koma að tekið skatti lögaðila úr fjármagnstekjuskattinum. Það er ekkert svo mikið að hafa þarna annað en að sækja fram kannski auka sanngirni en þegar kemur að tekjuöfluninni þá er skattkerfið þannig sett upp að þetta liggur sem mest á einstaklingunum. En sko fjármálaráðherra hóf sína kynningu í gær var yfirskriftin stöðugleiki held ég. Og talar Uppáhaldsorð Bjarnar Benediktssonar. Já. Hann byrjaði allar sína kynningar á stöðuleika. Já. Og allar sína kosningabaráttu á stöðuleika. Já. En hérna, og það er sem sagt, ég held að allir geti tekið undir það að stöðuleiki efnahagsmálum, lægri verðbólga og lægri vextir séu eitthvað sem að sé jákvætt fyrir Íslands samfélag, hvort sem það er launafólk eða fyrirtækin í landinu. En þeir sem hafa minnstu tekjurnar og hérna eru kannski á leigumarkaði eða get ekki komist inn á eignamarkað, þau eru ekki að segja þetta stöðuleika, þau eru að segja þetta breytingum. Já. Og ég held að það fólk hafi kosið þessa flokka vegna þess að vilja fá breytingar en ekki bara allt ínum mæti fjármálaráður og talið eins og Bjarni Benediktsson. Já, þetta var nú bara akademiskur inngangur hjá mér. Ég ætla að segja sko, svo hárum maður á að það er mikið talað um aðhaldsaðgerðir. Það eru sértækar aðhaldsaðgerðir og svo almennar aðhaldsaðgerðir.
og það nú þannig með fjárlagafrumvarpið að það alltaf aðhald á ákveðnum málaflokkum. Það bara svona, og það eiginlega ætti ekki að, þú veist, það bara þetta, þú þarft alltaf að passa þegar þú ert með stórt apparat eins og ríkið að þú þarft að vera með ákveðnar þvingur til þess að bara passa að það sé ekki verið að sólunda fé og þetta viðvarandi og það eru þessar almennu aðhaldsaðgerðir. Svo eru sértækar aðhaldsaðgerðir og það var stofnaður hagræðingahópur sem kom með tillögur, það sem var nú kannski ekki mikið útfært og nú á að fara upp á 107 milljarða uppsafnað fram til ársins 2030 í sértækar aðhaldsaðgerðir. Sem hvað þá svona rúma 10 milljónir á kannski 15 milljónir ári? Nei, það núna tæplega 13 og svo verða þetta yfir 20 milljónir næsta ári. Þannig að það að rugla manna því það alltaf verið eftir í hvað stjórnmálafólki vill fá háa tölu, en þá lengist alltaf bara viðmiðunin, sko. Ég finnst að við ættum að setja bara lögum að þau tali bara á ársgrundvelli. Og þarna það sem að sko, minn skilningu var á þessum hagræðingahópi að þetta væri einhvers konar tiltekt það sem að þú gætir með einhverju breyttu skipulagi eða slíku fengið meira út úr ríkisfé. Svo þegar ég skoða núna þessa sértæku aðgerðir sem eru 12,7 milljarðar eða eitthvað, þá þetta mikið svona verið að taka úr varasjóði, stundum annað árið í röð. Þetta mikið opinber innkaup sem frábært. Ef þú nærð meira hagræði í opinberum innkaupum, ég veit ekki hvort að það hefur, hvort að það fé í húsi, hver staðan á því. En það bara frábært. En að nýta varasjóð ekki hagræðing. Þú bara nota peninga sem átt ekki að nota. Nei, ekki frekar en að brjóta sparibökin ekki sparnaður. Já, og eða þú ert ekki að nota peninga sem átt ekki að nota. Það bara varasjóður og þú segir við ætlum ekki að vera með þennan varasjóð jafn stóran eða tímabundið. Svo eru óútfærðar tillögur sem eiga að koma fyrir aðra umræðu fjárlega. Og þar las ég til dæmis kafla sem að ég einn af fyrstu köflunum sem ég les alltaf sem sérhæfð sjúkrahúsþjónusta. Þar undir sko megniða starfsemi Landspítala, ef ekki öll, sem náttúrulega svona hjartað í heilbrigðiskerfinu. Sértæka aðhaldskrafan á Landspítala og sjúkrahúsið á Akureyri 2 milljarðar króna. Og þar af milljarður sem einhver nefnd á að finna með forgangsröðun. Hver veltan á þessari stofnun? 2 milljarðar hljómar mikið í... Já, þetta nú svona... Þetta yfir... Þetta töluvert mikil. Já, og það skammarlegt að ég muni ekki akkurat útgjöldin til þessari tveggja stofnana, en þau eru náttúrulega umtalsverð. En þetta yfir, þú veist, yfir 1%. Og þá velti maður líka fyrir sér, sko, hafandi, að því ég ætlaði að segja, sko, af hverju hérna verð óstöðuleiki? Það ekki út af opinberri þjónustu. Opinber þjónusta ekki rót efnahagsvandans á Íslandi. Og ég sem starfa hjá BSIB, það sem eru stórir hópar kvenna sem starfa í heilbrigðis- og félagsþjónustu og við skulum muna að þessar greinar eru mannaðar 70% af konum. Þær eiga núna að hlaupa enn hraðar af því að hér verðbólga. En það búið smám saman að grafa undan stoðum velferðarþjónustunnar. Og það eru þær breytingar sem fólk kallar á að það sé verið að byggja upp þessa þjónustu sem við eigum saman. Og ég segi það bara, ef einhver finnur 2 milljarða á Landspítalanum sem að verið að sem hægt að breyta, þá býð ég í kokteilboð. Þetta sko við heyrum starfsfólk Landspítalans tala að stjórnunin sé slæm, það sé alls konar sóun í rekstrinum, það verði eiginlega bara hugsan upp á nýtt. Þú kannast við þetta, ótrúlega margir bara út allan spítala sem tala svona, sko. En það nýkomin skýrsla frá Ríkisendurskoðun, það sem það kemur bara fram svart á hvítu, mjög, sko, þú veist, það mjög þung hljóð í henni að sjúkrahúsið
þau sko mannekla stóri vandi sjúkrahússins. Gríðarleg sóun í því. Og í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar sem kom fram í vor, þá kom í hverjum einast þá að verið að tala sko að auka áherslu á að byggja upp heilbrigðisþjónustuna og stærsta áskorunin mannekla. Sko, ég veit ekkert innri rekstur Landspítalans. Það örugglega matarhola þar. En 2 milljarðar svolítið ríflegt. Nú loksins sjúkrahúsið, það sko hillir í það að það komist þó inn í nýbyggingarnar sínar. Það náttúrulega mjög óhagkvæm rekstur á sjúkrahúsinu. Það yfir 100 hús sem hýsa þessa stofnun. Það eitt og sér fráleitt. Þannig að ég ætla ekki að fara að neita því eða þykjast vita eitthvað innri málefni Landspítala. En þetta heilbrigðis, við vorum tilbúin til að loka hagkerfum heimsins, til að vernda heilbrigðisþjónustu, af því hún grundvöllur í hverju samfélagi. Og þess vegna voru það rosalega vonbrigði að sjá að það í raun og veru, aukningin á fé til Landspítalans ekki nægileg til að standa undir fjárfestingunum, launa- og verðlagsþróun og lýðfræðilegri þróun. Þannig að það ekki verið að bæta inn í rekstrargrunnin og það þarf nauðsynlega. Og við segjum, sko, það ekki, opinbera þjónustan ekki vandamáli, þannig að þú getur ekki haldið áfram að veikja stoðir hennar. Og það var til dæmis settur á tímabundið 1% aukning á tekjuskatti fyrirtækja. Það var áætlað að það myndi skila 6 milljörðum á ári. Eftir 450 milljarða innspýtingu ríkisins í hagkerfið eftir COVID, það var ekki fyrirtæki bara sem að fengu þessa pening og langt í frá. En þau sem fengu stuðning, öll þau sem fengu stuðning, lifðu flest af. Væri ekki bara hægt að komast að samkomulagi að þetta yrði gert í 5 ár, að þau legðu þetta til. Þetta gríðarleg trygging sem þau vita af, að ríkið kemur þeim til bjargar ef í harðbakkan slær, sem ég held að hafi verið mjög farsælt og gott, það má kannski deila hvort að allar aðgerðir hafi verið fullkomnar, en ég meina þetta var lyft grettistaki og við vorum fljót að komast aftur á fæturna. En þú veist, opinberir starfsmenn ekki fólk sem starfar í heilbrigðisþjónustu á það að bera kostnaðinn af þessu með enn frekari veikingu þjónustunar. En að þú segir að opinberir starfsmenn búi ekki til verðbólgu og ekki að bera byrðarnar af erfiðleikum í hagkerfinu. Þá það eftir sem áður, það svona trú, þið nefndu viðskiptaráð áðan, það þeirra trú að peningar sem að fara í opinbera rekstur séu svona hálf tapa féð, það sé miklu betra að skilja það eftir hjá einkaaðilum sem að munu ávaxta féð og þannig muni samfélagið okkar lyftast og eflast. Þess vegna eigum við að heldur að draga úr framlögum til hins opinbera. Þetta margir flokkar sem að hafa þessa línu. Það sjálfstæðisflokkur, það miðflokkur, það Viðreisn, svona hálfuleiti Framsókn og hálfuleiti Flokkur fólksins. Þannig að þetta eiginlega meirihluti á þingi fyrir því að ekki hækka skatta og að draga úr opinberri þjónustu. Ekki? Sko ég var að segja mér frábær hugmyndtegur að leggja til lög að pólitíkusar eiga að fara að tala á föstu verðlagi og í prósentum og eitthvað. Því að það ekki hægt að skilja þessi skjöl sem koma frá ráðuneytinu. Þetta alltaf að vera verra og verra. Þetta versna mjög hratt, sko. Já. Það sem þeir velja sér bara hvort það sé að vera að tala 1 ár eða 4 ár eða 10 ár eða... Já. Ég var mikið í gær, sko, því ég var að skoða þetta, reynum þetta paufast, sko, þetta fast verðlag eða þetta verðlag, þú veist, hvaða verðlag? Það ekki hægt að skilja. En það sem að, sko, við erum að ræða aðhald og svo framvegis, sko, við hjá Visku gerðum könnun í byrjun árs meðal okkar fólks, svöruðum 500 sérfræðingar hjá ríkinu viðhorf þeirra til hagræðingar og þá kemur ljós að 9 af hverjum 10 eru fylgjandi því að stuðla einhvers konar hagræðingu, nefna innkaup, tækni og svo framvegis. Og í sögum þess að fólks kemur fram til dæmis að þau fái ítrekkað í kringum fjárlögin boð flata hagræðingarkröfu frá ráðuneytunum sem þekki ekki til stofnanna og svo framvegis. Það endalaust einhvern veginn verið að gera kerfið kaotískara. Það ekki verið að horfa til lengri tíma
og því að sko fólkið á hvort sem var í spítalunum, í háskólanum eða ráðuneytunum, það þekkir rosalega vel hvar hægt að ná fram hagræðingartækifærum og þau eru fjölmörg og ég vonast bara til að ríkisstjórnin sko eigi í svona skilvirkara samtali við stofnanirnar og gerir langtímaplan og í guðana bænum ekki fleiri hópa og nefndir, ég verður að vera ósamlegar þar að einhver leiti Sigríður sko. Hvað var þetta hvað? Var ég að leggja til hópa og nefndi? Hún var að kvarta yfir að hafa setið húsnæðisfundi þar sem að var bara Groundhog Day, alltaf verið að tala um hlutina. Já, en það sko, við vitum alveg sem er heilbrigðiskeið að það vantar eitthvað 2% landsframleiðslu í viðbót þannig og við erum alltaf að tala um fjárþörfuna en þá það líka bara að fara heildar endurskoða kerfi og horfa til lengri tíma. Ja, en Viljum, leiðu okkur segja þetta að vantar 2% inn í heilbrigðiskerfið. Þá kemur ykkur fram og segir já það nú bara þessi og þessi og þessi og þessi inn í kerfinu sem við höfum sagt að það en að við leysum þetta ekki með peningum. Það þarf að vera ykkur grundvallarbreyting inn í kerfinu. Og þá setjum við uppi með fullningu vanti peninga og að það vanti peninga þessi ekki málið og stjórnvöld einhvern veginn í skjólinu á milli og það eiginlega ekkert gert sko. Já, en hvað þetta eins og þetta líkir bara í einhverjum ágreiningi í samfélaginu. Ég vil minna á það að Willum Þór Þórsson þegar hann var heilbrigðisráðherra þá voru þessar hugmyndir þessar miklu óstjórn á Landspítalanum og hann setti sérstaka stjórn yfir sjúkrahúsi sem átti nú heldur betur og kallaði til Björn Sóuka fyrir forstjóra og þarna átti nú heldur betur. Ég veit ekki til þess að það hafi breytt miklu fyrir rekstur sjúkrahúsins. Það væri bara áhugavert að vita hvað En af hverju tekstu okkur ekki að búa til langtíma sín? Það er kannski svona ákveðin spurning. Ég meina eins og eitt ég mann sem sagði, var eitthvað að tala um svona vinstrimenn, að vinstrimenn ætti ekki að lenda í þeirri grifju að vera alltaf að verja sko ríkisútgjöld. Þeir eru eitthvað kröfu hægri manna sparnað og tiltekt og allt þetta. Að það veri svona, þetta var gildrað fyrir sem að vinstrimenn gengu í. Hann sagði, sko, menn ættu bara að samþykja það að svona taka alltaf 5% af ríkisreksturum á hverju ári og bara endur skoða þann. Betur þurfum við Hafrannsóknastofnun, hún rekið með réttum hætti og svo líða bara 20 ár og þá fyrir við aftur Hafrannsóknastofnun og í þessari púlju þannig að þá er bara alls konar og þá er það líkt því sem þú ert að tala sem er líklega þá einhver greining á því sko, hvernig er best að reka Hafrannsóknastofnun. Getur vel verið að við þurfum að auka fjárfestingu þarna í einhverjum tölvubúnaði og eitthvað fleira sem að leiði til sparnaði til lengri tíma sem er ákvæðan sem engi getur tekið þegar krafan er bara 2% flata niðurskurð. Þú getur aldrei tekið sko svona gáfulega ákvörðun rekstur til lengri tíma. En það er líka annað þarna sem þú veist líka að þú fær 2% næsta ári. En það er hvati líka svona hvataleysi innbyggt í rekstur stofnana. Ef þú ert rosalega fær fjármálastjóri eða forstjóri og þér tekst að reka stofnunina miklu meira lín en fjárlögin gerir ráð fyrir en halda upp í þjónustustigi þá kemstu fljótt að því að það skiptir engu máli. Nei, þú fær bara minna næst. Já. En mér langar að segja, ég held að það sé enginn á móti því að það sé endurmat á útgjöldum hins opinbera. Ég meina það hagsmunir okkar allra að skattfé sé vel varið. Skattar eru takmörkuð auðlind eða ég meina það er ekki eins og við höfum endalaust af þeim og allt og lítið eða það er nú ekki mikill vilji til að leggja þá á heldur. En ég held að sko við sem að gætum hagsmuna fólk sem starfar á opinberum vinnumarkaði, við bara hvetjum til þess að það sé farið onni í sauman á þessu og að starfsfólk sé virkir þáttakendur í því, þú veist, hverjir eru það sem að, þú veist, það er auðvitað oft gott að fá einhver gests augu en svo eru líka þeir sem að vinna í starfinu sem að vita hvernig málum er best háttað. En ég verð að koma því félagar okkar frá almenna markanum eru ekki en það er náttúrulega, það sem er gleðilegt að það er loksins að koma breytingar á örorkulífeyriskerfinu. Og það er búið að standa til, ég meina þetta er búið að vera vinna í á annan áratug að breyta þessu kerfi. Nú er loksins búið að gera það. En það sem að náttúrulega vekur sko mikla úlfúð innan hreyfingarinnar að þau sem eiga fjármagna þessar breytingar eru lágtekjufólk. Það er annars vegar og nú kemur að því að það, ef þú ert í lífeyrissjóði, það er mismunandi líkur á örorku fólk sem er í lífeyrissjóðum. Til dæmis dæmi eitt er Gildi sem er stór lífeyrissjóður láglaunafólks.
þar mikil svo kallið örorkubyrði. Ríkið greiddi... Erfiðisvinnustjættirnar sem að fólk það er fólk sem er líklegra til þess að lenda í veikindum eða slesum út af vinnu sinni. Og þetta eru sjóðirnir sem að verða verst úti, eru sjóðir láglaunafólks og sjóðir til dæmis brú sem er sjóður sveitafélagana, fólks hjá sveitafélagunum og það er mjög mikið af konum í láglaunastörfum. Ríkið greiddi inn ákveðna fjárhæð árlega til þess að jafna þessa örorkubyrði milli sjóðana. Nú er verið að hætta því sem mun leiða til skerðingar sem mun geta leitt til þess að ellilífeyrir lágtekjufólks skerðist úr sjóðunum þeirra og það er sem sagt hluti af því að greiða fyrir örorkulífeyriskerfið og svo á að sækja 6 milljarða inn í atvinnuleysistryggingakerfið með því að stytta atvinnuleysistímabilið án alls samráðs við verkalýðshreyfinguna á tímum það sem að fólk býr við, það sem er meiri breytileiki á vinnumarkaði, fólk er með minni vinnumarkastengdri, þú veist það er að breytast störfin, það er svona gerjun á vinnumarkaði þannig að það er meiri óvissa, þannig að það er verið að draga úr öryggi launafólks og atvinnuleysistryggingar eru tryggingar sem þú ávinnur þig með vinnumarkastáttöku og þetta er náttúrulega eitthvað sem sko vekur mikla úlfúð að það sé fólk sem er atvinnulaust eða lágtekjufólk sem á að bera kostnaðina þessu leiðu þetta. Þetta eru umtalsverðar upphæðir. Þetta eru 6 milljarðar í atvinnuleysistryggingakerfinu og meira en það í jöfnun á örorkubyrði. Þannig að þetta eru, og breytingin á kerfinu kostar, mér veist maður nú sjá, þetta eru 18 milljarðar eða eitthvað slíkt. Já, á ári. Það tökum það fram núna. Og þarna er líka eitthvað og þetta er atvinnuleysistryggingakerfi var sett á fót af verkalýðshreyfingunni og síðan kemur ríkið inn í og tekur yfir og umsýslu þess en það eru aðilar vinnumarkaðarins sem að eiga, þetta er svona eignarhaldið á kerfinu er þar. Þetta er kannski pólitískasta ákvörðunin í þessu fjárlagafrumvarpi. Það er að þá að bæta kjör tekjulægsta fólksins sem eru öryrkjar. Og það var að gera það með því að sækja fé til lágtekjufólks. Já, en ekki að sækja fé til fjármagnseigenda eða fyrirtækja. Já, og mér finnst líka núna sko talandi að því að Vilhjálmur talaði aðeins eignaskatta sko, ég held að sko það er vaxandi eignaójöfnuður á Íslandi. Við innleitum eftir hrun auðlegðarskatt tímabundið sem skilaði umtalsverðum fjármunum. Það er bara eðlilegt í nútíma samfélagi sem að er svo eftir sko, ég meina, eigna ójöfnuður er það mikill að það er eðlilegt að þeir eigna meiri og þá erum við að tala stóreigna fólk, ekki fólk sem á einhverja fasteign og sumarbústað, heldur bara fólk sem að virkilega á miklar eignir. Greiði einhverja hlutel til samfélagsins út af því. Eins og það sem eru eignaskattar, þá er þetta kannski miðað við 250 miljón krónar hreina eign eitthvað svoleiðis, það sem að eignaskartur er byrjað að leggjast á. Þannig ef ykkur að hlusta á okkur á innan við 250 miljónir hreina eigna, þá erum við ekki að tala að skattleggja hann. Nei, og við erum líka eins og með erfðafjárskatt. Líka, ég taka það fram að það sem er lág fjármagnstekjuskattur, þá er oft eignaskattur. Það sem við erum hvorki með eignaskatt, við erum ekki með eignaskatt, en hins vegar lægsta fjármagnstekjuskattinn á Norðurlöndum, sem er svolítið sérstakt. Það er ekki eignaskattur allstaðar á Norðurlöndunum, en þá er fjármagnstekjuskatturinn yfirleitt hærri. Af því að einhver leyti spilar þetta saman. Af því að eignaskattur er náttúrulega sumuleyti bara aðferð við að taka eins og 10. gamla var og dugði okkur ágætlega öldu saman. Það var eignaskattur en var að hugsa sem tekjur af eignum. Það var bara lagðar á eignina sjálfa, 10 og 10. En það er líka sko að því að, og það er kannski, auðvitað er það þannig sko, maður getur verið hlynntur skattahækkunum sem að snertir ekki mann sjálfan, þú veist, fólk vill ekki skattahækkanir, sko, svona megin þórar. En haldið að fólk vilja opinbera þjónustu? Já, það er nefnilega sko, og ég held að fólk vill líka réttlæti í því hvernig innheimt er, að það sé sko að þeir sem að breiðustu bökin hafa leggi meira til og þá býrðu líka til sko miklu hversu stór hluti af tekjur ríkisins kæmi frá tekjuskatti fyrirtæki og fjármagnstekjuskatti og þú nefndir að þetta var ekki stórar, þetta væri
kannski ekki stóru upphæðirnar, en þú sagðir að það væri réttlætismál. Hafið þið svona trú á því að aukin ójöfnuður í samfélaginu sé að svona grafa undan tilfinningu landsmanna fyrir að sko kerfið sé réttlátt? Já, sko... Já, tvímælalaust. Sko, eins og aftur með þessi 40% reglu af landsframleiðslu sem að þarf til að viðhalda velferðarkerfum. Sko, mér finnst ekkert markmið til lengri tíma að auka þetta hlutfall eitthvað mjög mikið. Og ég hugsa að vera ekkert sátt það, en það þarf hins vegar að tilfæra aðeins sko frá þessum breiðustu á þessi breiðustu bök, eins og gert núna með meiri skattlagningu á útgerðina. En þetta hefði ekki verið gert, þá hefði óhjákvæmilega þurft að hækka tekjuskatta eða virðisaukaskatt og svo framvegis. Ég veit alveg sko, orðið réttlæti, það getur verið aldrei svona afstætt dæmi. Það nú frægt að sko hagfræðingar töldu sér ekki þurfa að nota þetta hugtak áratugum saman. Já, en ef við tölum réttlæti, sko stóra óréttlætið á öllum Vesturlöndum og eitthvað sem ég held að muni sko leiða til bara kollvörpunar í Evrópu staða unga fólksins, gagnvart húsnæðismarkaðnum, út öll lönd og það tengist því að miklu leyti að húsnæðisvandinn orðin sko meira eftirspurnarvandi heldur en framboðsvandi eins og hérna á Íslandi. Fólksfjölgun einfaldlega bara allt og mikil hérna. Og það hefur verið í krafti ferðaþjónustunnar, hvernig hún opererar og það líka vegna flóttamanna og svo framvegis. Það fyrst og fremst þessar stóru ákvarðanir varðandi Venezuela og Úkraínu. Já, og hvað á að gera fyrir unga fólki sem horfir núna fram á að íbúð kostar kannski 11-falt á við ástökju þeirra. Þau eiga bara ekki séns. Og þetta stóru uppgerð sem ég held að verði bara í pólitíkinni allstaðar næstu 5 árum. En við sjáum að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun var með skýrslu fyrir hvað, ég held að kannski það hafi verið í þar síðustu viku, þá var þetta eitt graf sem að sýndi hlutfall launa og íbúðaverðs og hversu hratt það hafði eyðilagst raunverulega þetta hlutfall. Svona frá 2004, þegar 100% lánin eða 90% lánin og innrás bankana inn á húsnæðislánamarkaðinn kom, að þá fór þetta, ég held að það hafi verið svona 70 enda í 120 sem náttúrulega algjör umbreyting á sko byrði húsnæðis fyrir venjulegt launafólk. Það er bara verið umturnun. Hvað miklu meiri þyngd, þetta eiginlega allt tal skattahækkanir og eitthvað verður hjáróma við hliðina á því hvað sko húsnæðiskostnaðurinn hefur vaxið mikið og grafið undan bara lífskjöru fólks, bæði svona hugmyndunum að lífskjöru mín geti batnað og svo náttúrulega hefur þetta þau áhrifin í kynslóðunar að kynslóðunar sem koma eftir breytinguna inn, að þær að ganga inn í heim sem allt annar heldur en eldra fólk ekki inn í þegar það var ungt. En ég held líka sko í þessari umræðum opinberu fjármál, við erum að blanda okkur í hérna fulltrúa launafólks, auðvitað fólki sem ég vinn fyrir starfar inn í þessum kerfum, þannig að maður vill að þau séu vel fjármögnuð, en fólkið bara almennt, þetta fólk, sama fólk og aðrir á Íslandi nota þessi kerfi og það kannski einmitt, eins og þú segir, við erum ekki að tala skatta eða þú veist, það þarf að fjármagna þau, en við þurfum líka að tala sko hvaða máli skipta þessi kerfi. Þetta sko grundvöldu, sko almennileg opinber þjónusta, gott menntakerfi, heilbrigðiskerfi og félagskerfi eru sko grundvöllur fyrir félagslegan sko samheldni og þú eykur öryggistilfinningu fólks, þú kemur í veg fyrir að jaðarsetningu, þetta svo mikið, sýndu mér þessi kerfi og þá getur þú sagt hvers konar samfélag fæða þau af sér og eins og við sjáum núna við rættum sem mjög mikilvægt skref ríkisstjórnarinnar að stíga inn í þá stöðu sem uppi hjá börnum sem að eiga í erfiðleikum hvers vegna og af ólíku, þessir erfiðleikar af ólíkum toga spunni og ég held að þú veist, þeir foreldrar sem að takast á við vanda hjá börnum sínum og unglingum og koma allstaðar að lokuðum dyrum. Fólk sem á aldraða ættingja sem að þurfa miklu meiri þjónust en þau að fá koma allstaðar að lokuðum dyrum. Núna síðast, ég meina maður hugsaði þó alltaf, þú kannski kemst ekki endilega auðveldlega til heimilislæknis en ef þú verður alvarlega veikur þá færðu góða þjónustu. Nú bara fólk að reka sig á það að það kemst ekki á réttum tíma í meðferð gegn alvarlegum krabbameinum. Smám saman að móla undan þessu. Við eigum fullt
sko við eigum gott kerfi og það fullt af ótrúlega góðu fólki sem starfar innan þessara kerfa. En sko við erum komin á hættulegan stað með vanrækslu á þeim. Kannski það pólitískt markmið að fólk segi, ég er búin að borga skatta allar mína hundsokata tíð og svo þegar ég þarf á kerfinu að halda, þá er ég bara henda eitthvað afstæðst ykkur biðröð, ég vil bara lægri skatta, svo ég geti þá bara haft möguleika að kaupa mig bara fram yfir röðina eða með einhverjum hætti, það getur verið þannig. Og annað sem myndi eftir í huga verðandi að þeir eru þannig skatta. Það stundum verið að tala að okkur hætti til þess að flytja inn pólitíska umræðu frá Bandaríkjunum, ekki svona menningarstríðunum og öðru slíku. Að sömuleit þetta að vilja ekki hækka skatta náttúrulega innflytningur frá bandarísku stjórnmálum. Það sem að veruleikin náttúrulega allt annar. Það skattarnir fara ekki í því að tryggja mér heilbrigðisþjónustu. Því það ger ég í gegnum þegar ég ræði mig til vinnu einhvers staðar, ef ég svo heppinn að ég fái sjúkratryggingar þar. Það er ekki til þess að byggja upp félagslegu kerfin og annað slíkt, þannig að það sem að ég borga með sköttunum mínum þar er kannski eitthvað miklu meiri óþarfi eða sérkennilegi hlutir. Það snýst ekki að tryggja mér öryggi í samfélaginu eins og er hér. En eftir sem áður, þótt að veruleiki í hvað skattarnir fara þar í Bandaríkjunum, þar sem að við endrómar alla stjórnmálumröðun, endrómar stingar, og hér er bara svo gerólíkt að stundum veltum með fyrir hvernig stendur á því að menn koma hingað inn í pólitísku umræðu og tala eins og bandarískur stjórnmálamaður sem segir að þetta verður bara að lækka skatta, vegna þess að skattarnir þar fara svo litlu leyti í því að tryggja öryggi fólks að mjög lítið í sambandi við eftirlaun eða örorku. Það eru fáir sem að njóta sjúkratrygginga í gegnum opinbera kerfið eða eftirlaun í gegnum opinbera kerfið, þannig að það er bara allt annar raunveruleiki hér. Þannig að krafan ekki skatta hér er náttúrulega bara niðurbrot á velferðarkerfinu sem getur vel verið að sé allt annað upp á teiningunum þar. Ég verð bara mikið taka með skatta vegna þess að ég þarf sjálfur að fjármagna nám barnanna mína, ég þarf sjálfur að fjármagna heilbrigðisþjónustuna mína, ég þarf sjálfur að eiga fyrir efri árunum því það kemur ekki gennum skattana. Þannig að stundur veltum með fyrir sér að þessi einhver skekkja í pólitísku umræðu í Íslandi að hleypa þessum hugtökum og þessari svona orðræðu í gegn án andmæla En að því við erum núna að ræða svona fjárlega frumvarpið, en svo vil ég bara segja ríkisstjórnin boðar hér vaxtaplan og atvinnustefnu og þar er forsætisráðherra mjög, veit ekki hvernig á ég að orða þetta, það er bara mjög skýr í sínum áherslum og þetta er mjög mikið fagnaðarefni, það sem hún einmitt bendir á og er mjög ákveðin með, hið opinbera er náttúrulega grundvöllur af því að móta stefnu hvert þú vilji fara með hagkerfið. Þú ætlar ekki að ákveða hvaða fyrirtæki fá að lifa og hvaða fyrirtæki deyja, en þú ætlar að skapa umgjörð sem gefur þeim tækifæri til þess að byggja upp atvinnustarfsemi sem að er innan þess sem er talið gott fyrir samfélagi. Það sem þú ert að auka framleiðni, það sem að þú ert að viðhalda jafnvægi, hvort sem að það er samfélagslega, efnahagslega eða umhverfislega. Og þetta finnst mér til dæmis mikið nýmæli og vera þessari ríkisstjórn mikil sóma, að það er verið að marka stefnu og það er gert kynróðalaust með því að tala grundvallar hlutverk hins opinbera í uppbyggingu innviða og reglusetningu og slíku. Þannig að það er gríðarlega, þó það sé ekki hérna, en það getur verið jákvæðar aðgerðir. Gríðarlega jákvæð stefna. Það getur verið jákvæðar aðgerðir sem hefur ýta undir uppbyggingu atvinnugreina, en það getur líka verið að hætta að ýta undir uppbyggingu annar atvinnugreina sem að eru ekki mikla framlegð, fjölga láglaunastörfum, veldur hér miklu innstreymi fólks sem reynir mjög á kerfin okkar. Þú nefndir að setja frekari skatta á ferðaþjónustuna. Það væri atvinnustefna að segja að við getum ekki farið lengra með þetta, við erum að setja aðeins svona hönd ofan á þetta. Þú veist, til dæmis bara gistinætur per íbúa árinu 24 voru 25 á Íslandi sem er langmesta innan Evrópu. Við erum bara komin á hvernig svona sjálfbærnimörkum hvað var að ferðaþjónustuna og ef við ætlum að byggja hana áfram á fjölda þá mun það bara fara að kosta meira en það skapar og það er það sem er náttúrulega undirliggjandi að því að virðist hjá ríkisstjórninni er líka bara að fara aðeins að taka samtal ferðaþjónustuna. En í öllum þessum kerfum, hvort sem það er einkamarkaður eða opinberi markaðurinn,
við virðumst aldrei geta rætt sko forgangsröðun og einhvern veginn tekst okkur ekki að ná þessari sátt samtryggingun og samneysluna eins og til dæmis Svíum og Norðmönnum. Sko Svíjar og Norðmenn, þeir virðast geta náð miklu betra samtali forgangsröðun, til dæmis í heilbrigðiskerfinu. Hort núna 20 ára fram í tíman, þá mun þjónustu þörf sko með hagvexti, aldri og svo framvegis í heilbrigðiskerfinu aukast verulega. Það verður að taka erfiðar ákvarðanir forgangsröðun til að viðhalda þessu velferðarstigi. Og það verður bara allir að taka þátt í samtalinu, verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo framvegis. Við erum bara svo lítið land að ég held stundum að við komum okkur ekki saman neitt sko. Nei. En svo oft vill vera í smærri hópum. Það er oft meiri ágreiningu því sem hópurinn er smærri. Þá getur við bara einu eftir. En aðeins að því að ríkisstjórnin og fjármálaráðherra eru að ávarpa Seðlabankann, bara í helmingnum af því sem við erum að segja. Og hugmyndin virðist vera svo að vextir eru háir vegna þess að ég bara veit ekki af hverju. Það voru hófara launahækkanir en það verðbólgan er 4,2%, komin niður í 3,8 reyndar. Við vorum með fréttir hérna daginn að það leit út fyrir að verðbólgan myndi hækka í Bretlandi upp í 4% og þeir ákvaða að lækka vexti. Við erum með hæðsta raunvaxta stýrivaxta í heimi. Það er 4% orðin næstu því. Og Seðlabanki vill bara halda þessu og hann segir ekki alltaf lækka þetta ekki á þessu ári og líklega ekki á næsta ári því að bíða til að verðbólgumarkmiðin komið niður í verðbólgumarkmiðin sín sem eru 2,5%. Þannig það er ekki von til þess en samt tala ríkisstjórnin eins og það að minnka hallan á ríkissjóði og mögulega mun hann bara hverfa þessi 15 milljarðar ef að heldur áfram að verðbólgan er meiri heldur við ekki ráð fyrir þá hverfur þetta bara í einhverju fróðu sem kemur út af auknum tekjum. Af hverju hafið þið trú á því að þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar leiði til þess að Seðlabanki muni lækka vexti? Því að það er látið þannig. En ég hef ekki, var Seðlabankinn að kalla eftir aðhaldi í ríkisrekstri? Hann hefur nú gert það, en ég held að það sé náttúrulega húsnæðismarkaðurinn sem að skiptir máli þarna. Og við sáum ekki margar aðgerðir þar, við sáum svona bara. Já, en ég held að við erum í þessum vanda að verðbólga rauk upp úr öllu valdi. Og við höfum búið við það orðið þó nokkur árabil að vera með tiltrúlega góðan verðstöðuleika og verðbólga við fundum það náttúrulega bara öll að hún er ekki eitthvað ástand sem þú vilt búa við. Ég held að bankinn sé bara í smá vandræðum. Verðbólgan er fyrst og fremst sértakur vandi á húsnæðismarkaði. Já, en ég meina matvælaverð hefur líka hækkað umfram, ef við segjum að verðbólga hafa hækkað 3,8% undanfarið ár, eða verðlag hækkað, þá hefur matvara og húsnæði hafa hækkað umfram það sem eru stóri liðir í neyslu heimilana. Sérstaklega lánunafólks, það sem eigið öllu sínu peningum í húsnæði og mat. Já. Þannig að þau lifa með miklu hærri verðbólgur annars þar. En ég er bara að tala þessa háu vexti að ef þú tekur húsnæðisliðin í burtu, þá er verðbólga hér ekkert stórkostlegt vandamál. Ég er búin að lifa svo lengi, ég hef lifað við hærri verðbólgu þetta og við vorum með mikla verðbólgu hér á 80 áratugnum, það var mikill uppbyggingatími og það voru stórkostlega breytingar á bara lífskjörum almennings á þeim tíma þótt að væri verðbólga. Ég bara velta fyrir mér, er það þess, ríkisstjórnin er að ávarpa Seðlabankann sem heldur uppi hæstu raunvöxtum stýrivaxta í heiminum. Hafið þið trú á því að ríkisstjórnin fríði Seðlabankann með einhverjum hætti þannig að ákveður að flýta lækkun vaxta einhverja mánuði eða er það þess virði? Ég meina, er enginn til í að gagnrýna þessa stefnu Seðlabankans? Að halda hér uppi 4% raunvöxtu sem þýðir það að ef ég fara að koma mér húsnæði, tekja lán hérna út í banka, ég verið að borga 7% raunvexti. Ég meina, ég get það ekki nema ég bara fara að flytja inn kókaín eða eitthvað. Ekki 7%, já. Jú. En minna það er ekki, Seðlabanki metur náttúrulega áhrifin fólk er að borga 11% raunvexti að yfirdrætti. Já. Það er margir með yfirdrátt. 11% raunvexti. Þetta er kannski fyrst og fremst að vera að reyna að tala inn í verðbólguvæntingarnar sem að hafa bara verið viðvarandi of háar.
sko eins og þú bara nefnir verðbólgan fyrst og fremst vegna misvægis framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkanum og getur verktakana til að viðhalda verðinu fram í það óendanlega og svo það þessi fákeppnisálagning sem myndast á helstu mörkuðum eins og í matvörunni og það engar aðgerðir hjá ríkisstjórninni sem mun hafa áhrif á þetta sko. En Svíarnir voru að lækka matarskattinn. Voru þeir að lækka matarskattinn? Helmingu, ég held að verið samsett að gera það í 3 ár. Og Svíarnir kölluðu líka alla forstjóra stórmarkaðana á teppið og skammaði það fyrir okkur. Þetta verður að fara saman því að sko á fákeppnismarkaði þú fyrir að lækka matarskattin þá getur bara verið gjöf til einokunarfyrirtækja. Já, það sko mjög varhugaverð þó að manni finnst það jákvætt á borði þá getur það, þú veist, og málið líka sko þegar að því það var svo mikið talað þjóðarsáttarsamninga og það var hér sko, ég meina verkalýðshreyfingin sýndi gríðarlega ábyrgð í síðustu kjarasamningum til þess að leggja sitt að mörkum. En í þjóðarsáttarsamningunum á sínum tíma, sem voru nú mun styttri samningar, þá var verðlags eftirlit gríðarlegu lykil þáttur í því. Við erum með við erum með svo veikt samkeppniseftirlit, við erum með verðlagseftirlit, mjög veikt verðlagseftirlit og það aðalega hjá ASÍ. Það ekki sko sem hefur dregið til þess fram að styrking krónunnar leiðir ekki til lækkunar að verði hér. Nei, og það kemur til að miklu leyti til út af mikilli fákeppni. En sko... En ætti ríkisstjórnin ekki að vera í sértækum aðgerðum við að ráðast á okrið, ráðast á sérstaklega hækkun matvöruverðs, ráðast á húsnæðisvandann, í staðinn fyrir að vera með almennar aðgerði við að skila meiri afgangi til að friða Seðlabankann og verðbólgu væntingarnar til lengri tíma. Jú, ég meina það þarf náttúrulega sko miklu, það nú búið að tala lengi eins og opinbert eftirlit sé slæmt og talað eftirlitsiðnað sem líka ótrúlegt hugtak af því þetta eru stofnanir sem hafa það megin hlutverk að gæta almannahagsmuna og það sé og þú veist maður myndi vilja sjá sterkara samkeppniseftirlit, sterkari neytendavernd og ákveðnari skref í húsnæðismálum. En ég ætla samt að segja eins og með húsnæðismarkaðinn. Sko, það hafa verið stigin skref. Þessi ríkisstjórn, þetta tekur allt, þetta er markaður sem tekur rosalega langan tíma að hreyfa. Og þau hafa núna haft frá því í janúar, nú... Þau komu náttúrulega ekki inn að götunni, sko. Nei, en nú þurfa að fara að koma einhverja svona sína á spilin með hvað þau ætla að leggja mörkum til þess að flýta fyrir íbúða uppbyggingu. En ég meina þetta það ekki eins og sko ríkisstjórnin vandinn sem til staðar sé adressaður að fullri alvöru. Já, en ég meina en húsnæðismálin eru náttúrulega líka, ég meina þetta er stóra málið hjá sveitarfélögunum. Þú veist, við getum hort til ríkisstjórnina, það búið að móta stefnu, það búið að fjármagna þau stuðningstæk eða þess að húsnæðisúrræði sem að aðeinar hafa komið sér sammála að séu jákvætt að auka hér og styrkja til framtíðar, en það sveitafélögin, þessi uppbygging þarf að gerast í sveitafélögunum. Sveitafélögin, ríkisstjórnin getur lítið gert ef að hér stjórnir stærstu sveitafélag, þá ég ekki að tala Reykjavík, en hérna í kraganum eru bara ekki tilbúin til þess að spila með. Þú veist, þannig að það þetta náttúrulega, og það kannski vandinn með húsnæðismarkaðinn að það ekki quick fix og það eru margir aðilar sem að þurfa að keyra eftir sama plani og taka ábyrgð á markaðnum. Já, en það verður þá að vera aðilar sem að hafa sýnt að þið geti gert það eða svo ekki, eða sveitarfélögin hér í kring, verktakafyrirtækin og fleira eru ekki að byggja húsnæði sem vantar, það verður bara einhver annar að gera það. Ekki? En nú samt verið að hefur verið að byggja sko, það hefur verið í sögulega hámarki svona nýtt framboð af húsnæðis bara síðustu misseri. Þú veist, það ekki, byggingariðnaðurinn er að operera á fullu. En það, þú veist, þegar... Þetta íbúður aðtekki til almennings. Já, en þegar sko, við erum búin að sjá ár núna undanfarið eins og 23 sem að með minni númer 2 í 350 ára sögum antalsskráningar í fólksfjölgun.
það verður að fara að adressa fólksfjölgunina á hverjum byggir og það eru hins vegar aðgerðir líka sem að ríkisstjórnin er búin að boða sem eru svona ákveðið quick fix, taka á Airbnb, tómthússkatt og svo framvegis. Ég held við munum bara aldrei geta keppt sko við þessa fólksfjölgun og það spila þá kannski líka inn í atvinnustefnuna. Svo er ákveðin tregða sem eru það að nú eru íbúðir sem seljast ekki, en það leiðir ekki til verðlækkunar. Nei. Bankarnir og verktakafyrirtækin í sameiningu svolega vilja ekki verðlækkun, þannig að bankarnir eru fjármagna það að íbúðin sé geymd án þess að vera seld lengri tíma. Frekar þetta að lækka, það verður að endurskoða efnahagsreikninga allra verktaka og húsnæðisfélaga. Þannig það er tregða í markanum að leyfa markanum að finna jafnvægi. En það er mjög mikill fjármagnskostnaður til lengri tíma á svona háu raunvaxtastigi. Það er eins og bankarnir séu til í að fjármagna það. Frekar heldur en að þrýsta á félögin að selja þær eignir sem þeir eiga á því verði sem að markaðurinn eða almenningur er til að kaupa. Og svo þekkjum við það líka að það eru stóri fjárfestar sem kaupir þetta bara til að geta geymt og selt eins og segir í lagi Megasar. Það eru, og við sjáum það líka frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hversu stór hluti af nýjum húsnæði fer til þeirra sem er að kaupa sér raunverulega sitt heimili. Sá hluti er alltaf minn og minni sem að við erum að fara úr einhverju svona séreignastefnu yfir í leiguliða stefnu mjög markvissum hætti sko. Þetta er allt stór mál Já, og betur. Það væri gaman að í kringum fjárlögin að við værum að ræða svona grundvallaratriði eins og þetta með húsnæðismarkaðinn og vextina og hvernig ríkisstjórnin bregst við verðlagseftirliti og það eru ríkisstjórnir í kringum okkur sem að hóta einkafyrirtækjum ef að verðið lækkar ekki menn hafa gert þetta í orkumálum og hlera það sem eru bara þeir sem eru að selja inn í orku eru bara hótað að ef að verðið lækkar ekki þá munum við bara setja fastverð það sama með húsaleiguverð þannig við sagt bara þak eða takmarkana hvað getur að hætt það er eins og okkar stjórnvöld séu mjög treg til svona aðgerða en gaman að hafa okkur Sigríður og Vilhjálmur hagfræðingar opinbera geirans Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við ætlum líka að ræða fjárlögin í framhaldinu næstu daga en hérna framöndan er eitthvað allt annað. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.